Róbert Wessman ætlar ekki að kæra njósnir sem Björgólfur Thor Björgólfsson stóð fyrir. Rannsókn á umfangsmikilli njósnastefnu frá sérstökum saksóknara skammt á veg komin. Hungursneyð gæti brátt skollið á hjá hátt í 1 milljón börnum á Gaza að sögn Barnaheilla. Fulltrúi samtakanna í Mið-Austurlöndum segir þá aðstoð sem Ísraelsmenn ætla að hleypa þangað gera lítið til að bæta ástandið. Bílstjórar hafa undanfarið fengið að kenna á fylgifiski hlýindana. Bikblæðingar eru á löngum köflum í öllum landshlutum og geta farið illa með ökutæki. Viðræður vopnahlé í Úkraínu hefjast strax, segir Bandaríkjaforseti eftir samtal við forseta Rússlands í dag. Hann fagnar boði páfa að hýsa viðræðurnar. Óvíst hversu lengi Katla getur verið á þenslumörkum, segir jarðeðlisfræðingur, en eldstöðin komin á tíma. GPS-mælar á Mýrdalsjökli hafa gætur á Kötlu. Gott kvöld. Róbert Wessman ætlar ekki að kæra Björgólf Thor Björgólfsson fyrir að hafa ráðið fólk til þess að sitja hann og fjölskyldu hans, setja sig í samband við hann. Hér má sjá hluta af þeim upptökum sem teknar voru af Róberti Wessman í tengslum við umfangsmiklar njósnir að undirlagi Björgólfs Thors, eins auðugasta manns landsins sem fjallað var í Kveiki síðasta mánuði. Setið var Róbert og fjölskyldu hans, ferðir voru raktar og jafnvel læknaheimsóknir Róberts með börn hans. Ég nú svona heilt á litið kosið að vera ekki að tjá mig mikið þetta, en þetta þetta vinnubrögð sem maður ekki vanur og allra síst að hafa lögregluþjón hangandi á eldhúsglugganum en mér heyrðist nú upptökunum að ég væri svo saklaus að það væri nú lítið gaman að elda mig. Hann segist ekki hafa rætt við Björgólf. Nei, ég hef ekki hringt í manni sem borgar að láta að einkaspæra á lögregluna elda mig alltaf það, nei. Og ég finnst það ekki mjög líklegt að ég geri það. Róbert og Björgólfur hafa eldað grátt silfur langt skeið. Róbert vill þó meina að hinar meintu illdeilur, eins og hann orðar það, séu einhliða. Ég myndi segja ég hafa ekki verið neinum illdeilum, hins vegar hafa svona ákveðin atvik á mínum annars góða ferli þar sem að kannski verið inngrip frá Björgólfi í gegnum árin og auðvitað hef ég þurft að bera hend fyrir höfuð, en það alveg alveg á hreinu og þetta ekki illdeilur. Þegar menn eru í illdeilum þá eru tveir að rífast en ekki annar að ráðast á og hinn að verja sig. Þannig að ég í sjálfu sér búin að setja þetta löngu fyrir aftan mig. Róbert tekur undir að þetta sé grafalvarlegt en reiknar ekki með að leggja fram kæru. Málið sé í farvegi hjá lögreglunni. Ég veist að ég hef bara sem betur fer svo margt annað meira skemmtilegt að gera en það. Yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurlandi segir að verið sé að rýna gögn og að ekki sé búið að taka neinar skýrslur. Málið kom á borð embættisins fyrir 10 dögum eftir að ríkissaksóknari vísaði því þangað. Ríkissaksóknari fékk gögn málsins fyrir rúmum mánuði. Og þessu tengt, þingflokkur Sjálfstæðisflokksins leggur til að skipuð verði rannsóknarnefnd störf embættis sérstaks saksóknara og annarra stofnana sem komu að rannsókn sakamála eftir bankahrunið. Þingsályktunartillagan sem Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, mælir fyrir, verður lögð fyrir þingið í vikunni. Í henni lagt til að skipuð verði 3 manna rannsóknarnefnd sem ætlar að rannsaka starfsemi þeirra stofnana sem komu að rannsókn og meðferð sakamála eftir bankahrunið 2008. Það fyrst og fremst horft til embættis sérstaks saksóknara sem sett var á laggirnar árið 2009 til að rannsaka mál tengt bankahruninu. En einnig verður aðkoma annarra stofnana tekin til skoðunar, til að mynda lögreglu, ríkissaksóknara, fjármálaeftirlitsins, skattarannsóknarstjóra og samkeppniseftirlitsins. Hvort það hafi verið farið út fyrir valdheimildir, hvort það hafi verið brotin lög, hvort það hafi verið brotið á mannréttindum fólks og ég nefni hér eins og til dæmis að hér var farið í umfangsmiklar símhleranir og gríðarlega mikið maggagna sem að virðist hafa verið notað senni viðskiptalegu tilgangi annarra aðila. Guðrún segir að njósnamálið sem Kveikur hóf umfjöllunum í apríl renni stoðum undir þá tilfinningu að áður nefndar stofnanir hafi farið út fyrir valdsvið sitt í skjóli pólitísks þrýstings og andrúmsloft í samfélaginu sem einkennist af mikilli reiði.
Nú eru vísbendingar að hleranir og ljósmyndir og önnur gögn hafa ratað út fyrir embætti sem átt að varðveita þau. Óljóst hvort vatnaskil verði í innrásarstríði Rússa í Úkraínu eftir símtal forseta Bandaríkjanna og Rússlands í dag. Trump segir viðræður vopnahlé við það að hefjast. Hann og leiðtogar Evrópuríkja taka vel í boð páfa að viðræðurnar verði í Páfagarði. Það var mikið í húfi fyrir Úkraínu í símtali Trumps og Pútíns í dag og fyrirfram að búist við að helsta umræðuefnið yrði 30 daga tafarlaust vopnahlé. Trump sagði í yfirlýsingu á Truth Social að símtalið hafi gengið glimrandi vel. Fulltrúar Rússlands og Úkraínu ætli að hefja viðræður vopnahlé strax og ljúka stríðinu, enda geti aðeins fulltrúar ríkjanna tveggja samið slíkt. Rússland vilji gera stóran viðskiptasamning við Bandaríkin eftir að samningar við Úkraínu náist og endir bundin á blóðbaðið, segir Trump. Pútín sagði við fjölmiðla að símtalið hafi verið opinskátt og þýðingarmikið. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Stjórnvöld í Úkraínu og bandamenn þeirra í Evrópu hafa þrýst á Rússa að samþykkja tafarlaust 30 daga vopnahlé. Það hafa rússnesk stjórnvöld ekki enn samþykkt. Ökumenn all land eru hvattir til að aka varlega á þjóðvegum. Víða eru holóttir vegir, steinkast og byggblæðingar af völdum hlýinda. Þessi vænst að 3 milljarða aukafjárveiting til vegagerðarinnar hjálpi til. Það búið að vera heitt og sólríkt í uppsveitum Borgarfjarðar. Svo heitt raunar að angan af bráðnandi byggi leggur frá veginum fyrir aftan mig. Það safnast í polla á veginum svo ökumenn þurfa að fara varlega. Það vantar ekki tillitssemina hjá þessum bílstjóra eða þannig. Annar bílstjóri sem var að koma úr Dölunum sagði að norðan við afleggjaran að Bröttubrekku væri vegurinn eiginlega svartur af byggi. Eftir því sem leið á daginn á þjóðvegi 1 í Norðurárdal urðu byggpollarnir í hólfurunum augljósari. Vegbrúnir voru hálflinar og hægt að plokka klæðninguna upp með fingrunum. Í Hvalfjarðarsveit eru holur á köflum í slitlæginu en það er vel merkt. Svartir byggtaumar smita yfir á þá hluta vegarins sem eru í skárra ástandi. Heyrið hljóðið? Það er svo haglél bylja á bílum en það kemur neðan frá. Þetta er á vegarkaflanum á milli Seyðishóla og Kersins í Grímsnesi. Þarna er mikil umferð alla daga og höfðu 4000 bílar ekið þarna frá miðnætti. Hámarkshraðinn var tekið niður í 30 km á klukkustund. Byggblæðingar myndast þegar hiti bræðir bygblöndu í veginum. Víða er þó verið að gera við. Það var til dæmis gert við Flúðir í dag. Bara dælum í rennuna og svo mókum við bara í hólunar og þegar við erum búin að því þá keyrum við bara yfir til að þjappa. Það er hellingur af hólum allt. Já. Og eru þið allan daginn að þessu? Já, flest allan daga. Hvernig finnst þér að vinna í svona góðu veðri? Það er reyndar bara mjög gott. Það er kannski aðeins svo heitt núna. Það er kannski betra að hafa smá ský. Og eins og sjáum á eru blæðingar nánast all land. Þar sem upphrópunarmerkin eru, þar eru ökumenn hvattir til þess að fara varlega og aka hægar. Þá er víða varað við steinkasti og annar staðar við holum. Ástandið er einna verst á vestanverðu landinu en þar verður farið í viðgerðir í sumar. Vegagerðin fær líklega 3 milljarða aukafjárveitingu og stórum hluta þeirrar upphæðar verður varið í viðgerðir á Vesturlandi og Vestfjörðum. Við erum svo sem ekki búin að fá staðfest ennþá upphæðir, við erum að fá mikinn hluta af þessari köku. Pálmi segir ekki veita af að fara í styrkingar í sumar. Í Dölunum voru vegir í svo slæmu ásigkomulagi síðasta vor að fræsa þurfti upp klæðningu sem var orðin hættuleg ökumönnum. Ég reikna með að áherslurnar verði í Miðdölunum og út á Snæfellsnesi og á Patreksfjarðarsvæðinu. Þannig að það eru svona
vesturstaðir og væntanlega eitthvað í Reykhólasveitinni líka. Á Vesturlandi hafa sveitarfélögin bent á að holóttir og blæðandi vegir hamli ekki bara umferðaröryggi, heldur líka verðmætasköpun. Pálmi segir standa til að bæta úr því. Þannig að við erum að horfa á það mögulega að gera malbika eitthvað þar í sumarjafnvel. Helsti verktími vegagerðarinnar þegar hafinn. Viðhald vega krefst undirbúnings, ekki síst í stærri endurbyggingarverkefnum. Og nú þarf að vinna meiri möl og jarðefni fyrir verkefnin sem bætast við. Við vonumst bara til þess að fá aukna fjármuni áfram næstu árin og helst bara fá að vita það tímalega, þannig að við getum undirbúið þetta vel og framkvæmdirnar heppnist almennilega hjá okkur. Minnst 52 hafa verið drepin í árásum Ísraelsmanna á Gaza í dag. Ísraelsmenn hleyptu í neyðaraðstoð í fyrsta sinn frá því í byrjun mars, en yfirmaður barnaheilla í Miðausturlöndum segir það hvergi nærri nóg. Það ekkert lát á árásum Ísraelsmanna á Gaza. Í dag voru minnst 52 drepnir að sögn almannavarna á Gaza. Það sé fylgifiskur þess að þeir hafi aukið hernað á jörðuniðri. Barnaheill, eða Save the Children, hefur verulegar áhyggjur af stöðu barna á Gaza og segja hungursneyð nálgast með vísun í skýrslu fæðiöryggi barna þar. Close to 93% of the population in Gaza, including close to 1 million children who are nearing famine. I've seen 50 kids already have lost their lives because of it. We're seeing kids in the streets passing out for the lack of nutrition and access to food. Al-Hendawi segir fjölskyldur hafa neyðst til að nærast á afgöngum og mat sem þau finna í ruslafötum. Þetta sé afleiðing af því að ekki hafi borist neyðaraðstoð í 2,5 mánuð. A mother told us that she is losing her unborn child and barely able to feed the other children they have, and this is just unacceptable. And once again, the thing, trucks are ready to enter. Save the Children has trucks out there that are waiting to enter. Ísraelsmenn tilkynntu í morgun að þeir myndu hleypa grunn matvælaaðstoð til landsins, þar á meðal barnamat. Al-Hendawi segir þetta aðeins dropa í hafið. Just 100 trucks a day is nowhere near enough. What's needed is a complete resolution for this, with a ceasefire where humanitarian agencies are able to deliver aid and to sustain the need of people in Gaza. What reaction do you want to see from the international community? More pressure, taking immediate actions to pressure and to use every leverage they have so we can deliver the aid in. Forsætisráðherra Ísraels segir hins vegar að yfirráð þeirra yfir Gaza sé forsenda þess að neyðaraðstoð komist til þeirra sem þurfi á henni að halda. אסור לנו להגיע למצב של רעב, גם מבחינה עניינית, גם מבחינה מדינית, פשוט לא יתמכו בנו. אנחנו הולכים להשתלט על כל שטחי הרצועה, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. Síðdegis sendu 22 utanríkisráðherrar, þar á meðal Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, frá sér áskorun til ísraelskra stjórnvalda að heimila tafarlaust aðgengi mannúðaraðstoðar inn á Gaza. RÚV mun óska eftir gögnum símakosninguna í Eurovision, segir útvarpsstjóri. Spænska ríkisútvarpið hefur þegar krafið EBU sundurliðun og útskýringar á hvernig staðið geti á því að Ísrael fekk flest stig í símakosningu þar í landi. Þátttaka Ísraels í Eurovision hefur verið umdeild í ár líkt og í fyrra. Sögð vera hvítþvottur á hernaði og stríðsklæpum þeirra á Gaza. Fjöldi fólks hefur mótmælt þátttöku þeirra og nokkur hundruð söfnuðust saman í Basel í Sviss helgina þar sem keppnin fór fram. Á samfélagsmiðlum hafa birst fjöldi myndskeiða úr Sankti Jakobshöllinni í Basel þar sem baulað á ísraelsku söngkonuna á meðan flutningi hennar stóð. Nokkuð sem ekki heyrðist í útsendingunni í sjónvarpinu. Annar af stjórnendum útsendingarinnar fyrir svissneska sjónvarpið hefur greint frá því í viðtali að baulinu hafi verið drekkt með fyrirfram uppteknu lófatæki í útsendingunni í sjónvarpinu. Ísrael hafnaði í öðru sæti í keppninni og fekk flest atkvæði allra í kosningu almennings. Og velgengni Ísraels hefur vakið upp spurningar. Spænska ríkisútvarpið hyggst krefjast þess að farið verði í saumana á símakosningunni. Ríflega 140.000 atkvæði voru greidd og flest runnu til ísraelska keppandans. Þau voru aðeins rúmlega 14.500 á fyrra undanúrslitakvöldinu en þar var Ísrael ekki með, næstum 10 sinnum færri en á úrslitakvöldinu. Spænska dómnefndin gaf Ísrael ekkert stig en almenningur 12. Í dag sagði Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, að hann vildi að Ísraelum yrði meinuð þáttaka í Eurovision. Hann sagði tvískinnung í því að Rússum væri meinuð þáttaka en ekki Ísrael. Íslenska dómnefndin gaf Ísrael ekki stig en almenningur gaf Ísrael 4 stig.
Stefán Eiríksson, útvarpsstjóri RÚV, hefur sagt að RÚV muni sömuleiðis óska eftir upplýsingum frá EBU. Hann segir úrslitin á laugardag athyglisverð og að þau muni án efa vekja upp umræður innan EBU. Á og við Mýrdalsjökul grannt fylgst með hverri hreyfingu Kötlu. GPS-mælar nema minnstu merki aflögun og breytingar. Það fylgsta ástæða til að hafa gætur á Kötlu enda staðsett undir jöklinum. Eldstöðin hefur verið sögð vera hálfgert vandræðabarn því að var erfitt sé að spá fyrir hverju hún getur tekið upp á. Hér í kring daldið af GPS-mælum til þess að mæla hversu mikil þenslan í eldstöðinni. Við náttúrulega veitum ekkert hvað gerðist þangað til mælingarnar byrjuðu í raun og veru upp úr 1990. Mælarnir eru dreifðir víða og sumir eru fyrir utan jökulinn. Svo eru 2 jökulsker sem standa hérna upp úr jöklinum, Austmannsbunga og Enda, og upp á þeim báðum eru sem sé síritandi GPS-stöðvar sem að Veðurstofan sér að reka. Stöðvarnar sína hreyfingar og aflögun á jarðskorpunni, meðal annars landris. En þetta eru samt tiltölulega litlar hreyfingar með að við svona eins og öskju og Bárðarbungu og fleira. En ef eldstöðin fyrir að láta sig kræla þá láta þessar stöðvar okkur vita? Já, það allavega svona von okkar að ef það komi inn sem sé aukin kvika áður en kemur til goss, en það þarf ekkert endilega að vera og það eru kannski, myndi ég segja, ákveðin teikn á lofti að Katla sé, við getum sagt, full þanin, þannig að það eins og þegar að kemur tiltölulega lítið landris að þá mikil skjálftavirkni sem að fylgir yfirleitt. Þannig að það svona vísbendingum að það sé svona svolítið á þenslumörkum og hversu lengi það getur verið á þenslumörkum náttúrulega mjög erfitt að segja eitthvað til um. Viðskipti með hlutabréf líftæknifyrirtækisins Alvotech á Nasdaq hlutabréfamarkaðnum í Stokkhólmi hófust í dag. Margföld umfram eftirspurn var í útboði félagsins fyrir helgi og yfir 3.300 nýir hluthafar eignuðust hlut í félaginu. Síðan þá hafa bréfin hækkað rúm 12% í 1800 viðskiptum. Alvotech nú skráð á 3 aðalmarkaði, Nasdaq í New York, Reykjavík og Stokkhólmi. Forstjóri félagsins hringdi kauphallarbjöllunni í Stokkhólmi í morgun. 3, 2, 1. Gagnkvæmt aðgengi að fiskimiðum og minni innflutningshöft meðal ákvæða í samningi Breta og Evrópusambandsins sem var undirritaður í dag. Samningurinn kemur Bretlandi aftur á heimskortið, segir forsætisráðherra Bretlands. Fyrsti leiðtogafundur Breta og Evrópusambandsins frá því Bretar gengu úr sambandinu fyrir 5 árum var haldinn í London í dag. Þar var skrifað undir 3 samstarfssamninga. Sá fyrsti um samstarf í varnarmálum. Bretar geta tekið þátt í hernaðaraðgerðum Evrópusambandsins og löndin innan þess geta fengið lán fyrir kaupum á breskum vopnum. Sá næsti snýst sjávarútveg, nánar tiltekið gagnkvæmt aðgengi að fiskimiðum í 12 ár til viðbótar. Að lokum dregið úr innflutningshömlum á matvælum og landbúnaðarafurðum. Þá einnig stefnt að frjálsari för fólks, til dæmis að draga úr vegabréfaeftirliti. Endanleg útfærsla liggur ekki fyrir. Britain is back on the world stage, working with our partners, doing deals that will grow our economy and putting more money in the pockets of working people. We're turning a page. We're opening a new chapter in our unique relationship. This is the story of historical and natural partners standing side by side on the global stage. Leiðtogi íhaldsflokksins lítur hins vegar ekki sömu augum á þetta. This is a sellout, certainly on fishing. I cannot believe that instead of getting better terms on fishing, we've got worse terms. Sæbraut í Reykjavík verður lokuð að hluta frá klukkan 10 í kvöld þar til 6 í fyrramálið. Það verður lokað að norðanverðu við Skeiðarvog og á 2 stöðum að sunnanverðu, á aðrein frá Miklubraut og við gatnamótin inn Súðarvog. Nýja brúin bæði fyrir gangandi og hjólandi og verður hífð upp í heilu lagi og komið fyrir á stigahúsum sem hafa verið reist við Dugguvog og Snekkjuvog. Nánar verður sagt frá framkvæmdunum í 10 fréttum. Það getur verið ansi strembið að þurfa að húka inn í skólastofu heilu dagana í sólinni. Börnin í Hrafnagilsskóla í Eyjafjarðarsveit voru því mjög spennt að færa sig úr kennslustofunni og út á fótboltavöll í morgun þegar vellinum var breytt í sápubraut fyrir árlega keppni í sápubolta. Heitt var í veðri og frískandi að fá yfir sig vatnsgusurnar
Eldri nemendur skólans taka þátt í keppninni en þau yngstu bíða í ofvæni eftir þátttökurétti en þangað til fylgjast þau með af hliðarlínunni. Við erum nú bara svona aðeins að reyna að brjóta upp daginn, leyfa þeim aðeins að fara út og vera í sólinni. Þannig að það nú svona aðal tilgangurinn með þessu. Við gerum þetta venjulega alltaf á vorin, tökum eitt svona sápubolta fyrir mið- og unglingastig. Við erum að vinna 7-2 kallinn. 9. bekkar eru að vinna, þau eru bara svo tapt og þau vil ekki viðurkenna. Ég kom inn. Í Kastljósi í kvöld verður rætt við Willum Þór Þórsson, nýkjörinn forseta Íþróttasambands Íslands og þá verður fjallað útskriftarnemendur við Listaháskóla Íslands sem hafa fengið synjun í erlendum skólum vegna ófullnægjandi einkunnarkerfis og það verður heitað upp fyrir torkið á morgun sem verður sent út frá Grundarfirði og fjallar veiðigjöld. En næst ætlum við að líta til veðurs. Það verður hæg breytileg átt eða hafgola og víða léttskýjað en allvíða þokuloft við ströndina einna síst austan til. Hiti 10 til 23 stig að deginum, hlýjast inn til landsins. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. 4. árið í röð verður útkljáð Íslandsmeistaratitil karla í körfubolta í oddaleik. Stjarnan jafnaði úrslita einvígi gegn Tindastóli í Garðabænum í gærkvöld. Það er bara alveg uppgefið núna sko. Mörkunum heldur áfram að rigna í leikjum KR í bestu deild karla. Þeir heimsóttu nýliða afturöldingar í gær. Og kylfingurinn Scottie Scheffler vann sitt 3. risamót á ferlinum þegar hann sigldi sigri heim á PGA meistaramótinu. Ekki missa af íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Róbert Wessman ætlar ekki að kæra njósnir sem Björgólfur Thor Björgólfsson stóð fyrir. Rannsókn á umfangsmikilli njósnastarfsemi og gagnastuldi frá sérstökum saksóknara skammt á veg komin. Hungursneyð gæti brátt skollið á hjá hátt í 1 milljón börnum á Gaza að sögn Barnaheilla. Fulltrúi samtakanna í Mið-Austurlöndum segir þá aðstoð sem Ísraelsmenn ætla að hleypa þangað gera lítið til að bæta ástandið. Bílstjórar hafa undanfarið fengið að kenna á fylgifiski hlýjendana. Bíkblæðingar eru á löngum köflum í öllum landshlutum og geta farið illa með ökutæki. Viðræður vopnahlé í Úkraínu hefjast strax, segir Bandaríkjaforseti eftir samtal við forseta Rússlands í dag. Hann fagnar boði páfa að hýsa viðræðurnar. Óvíst hversu lengi Katla getur verið á þenslumörkum, segir jarðeðlisfræðingur, en eldstöðin komin á tíma. GPS-mælar á Mýrdalsjökli hafa gætur á Kötlu. Þessi fréttatími á enda og það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Allar fréttir má finna á ruv.is en við verðum aftur á ferðinni klukkan 10 og svo silfrið eftir það. Verið sæl.